Útlendingamál eru meðal helstu áherslumála ríkisstjórnarinnar en þar á að hagræða og fjarlægja sér íslenskar reglur. Forseti Íslands las þingmönnum pistilinn við þingsetningu í dag. Ísraelsher gerði loftárásir á Doha í Katar í dag en þeim var beint að samninganefnd Hamas. Nágrannaríkin fordæma árásirnar. Umhverfisráðherra leyfir ekki virkjunaráform í friðlandinu í Vatnsfirði. Aðrir kostir eru færir til að bæta afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum en fáir þeirra eru hagkvæmir. Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, vann góðan sigur í þingkosningunum í gær. Hans og nýrrar stjórnar bíða 4 krefjandi ár. Líklega er of kalt hérlendis til að hnúðormar geti valdið skaða á íslenskum kartöflum. Þeir fundust í fyrsta sinn í vor en höfðu ekki teljandi áhrif á uppskeruna. Gott kvöld. Þingmálaskrá 150. og 7. löggjafarþings var kynnt í morgun. Á henni eru 157 mál frá ráðherrunum 11 sem ríkisstjórnin ætlar að leggja fram á komandi þingvetri. Á þingmálaskránni er að finna frumvörp, skýrslur og þingsályktunartillögur og rúmlega 40 mál eru endurflutt frá síðasta þingi. Forsætisráðherra segir skrána byggja á tiltakt og verðmætasköpun að styrkja innviði og auka öryggi. Það verður ekki allir sáttir við allt. Sumt verður erfitt, en við ætlum að fara áfram, en þetta eru nauðsynlegar breytingar, þetta eru nauðsynleg tiltektarmál og það er miklu betra að vera með verkstjórn, þó að margir verður ósáttir við stök mál, en að vera með ríkisstjórn sem getur ekki tekið ákvörðun og allir verða ósáttir. Og hvar á svo að taka til? Nú til dæmis á að endurskoða hvort þörf sé á handhöfum forsetavalds, sameina ýmsa nefndir og ráð, fækka sýslumönnum úr 9 í 1, breyta kosningalögum til að auka jafnræði á milli landshluta, sameina og leggja niður stofnanir, einfalda erlendar fjárfestingar í íslenskum félögum og samræma lögum opinber fjármál. Og svo er ýmsar aðgerðir til að draga úr vaxtakostnaði ríkissjóðs af þessari málaskrá ríkisstjórnarinnar. Sumstaðar er komin ómikið flækjustig og það verður að bara passa upp á að hlutirnir rati í réttan farveg. Í einhverju tilvikum verður þá tiltekt í efstu lögum, já. Erum við að fara að sjá fækkun opinberra starfsmanna? Það er ekki útgangspunktur þessara aðgerða. Útgangspunkturinn er fyrst og fremst að nýta fjármunina betur. Við erum að skapa svigrúm líka til þess að nýta þetta fjármagn, til þess að styrkja öryggi og innviði í landinu. Útlendingamál verða fyrirferðarmikil á haustþinginu. Af 18 málum dómsmálaráðherra eru 5 sem varða útlendinga. Heimilt verði að afturkalla alþjóðlega vernd fólks sem brýtur af sér. Opna á brottfarastöð fyrir útlendinga sem á að vísa á landi. Heildarendurskoðun á fyrirkomulagi atvinnu og dvalarleyfa. Breytingar á lögum dvalarleyfi í samræmi við Norðurlöndin og innleiðing á verndarsamkomulagi ESB sem tekur gildi næsta sumar. Segir þetta eitthvað að þetta sé eitt helsta áherslu efni þessara ríkisstjórnar á þessu þingvetri? Já, þetta spilar inn í þessa hugmynd tiltakt. Það er verið að taka til. Það er verið að sameina til dæmis dvalarleyfi og atvinnuleyfi. Það er verið að fjarlægja ákveðnar séríslenskar reglur. Það er verið líka að passa upp á það. Við nýtum kerfið með réttum hætti. Í dag er það þannig að fólk sem á að brottvísa er verið að vista í gæsluvarðhaldi. Þetta er líka fjárfesting í öryggi landsins. En á sama tíma er verið að skera niður hvað 3 milljarða í þessum málaflokki? Það eru þetta verið að fara í ákveðnar hagræðingar, ákveðnar umbætur og sameiningar en á öðrum stöðum er það verið að nýta fjármagni betur. Verðum við með hörðustu útlendingalöggjöf í Evrópu eftir þessar breytingar? Við erum fyrst og fremst að ganga út frá því að það sé samræmi hér á Íslandi við löndin í kringum okkur. Já, þetta sagði forsætisráðherra í dag. En Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún var dómsmálaráðherra 2023 til 2024 og þar með ráðherra þessa málaflokks að segja útlendingamálin. Og hún talaði að málin væru komin í óefni. Já, Guðrún, eru stjórn og stjórnarandstaða loksins sammála í útlendingamálunum? Já, það stefnir í það, einhverju leita allavega
og ég sé á þingmálaskráni að þarna eru mörg mál sem að ég lagði grunnina meðan ég var í dómsmálaráðuneytinu og ég fagna því að núverandi dómsmálaráðherra skuli halda áfram með þau mál. Ég get nefnt sem dæmi eins og brottvísunartilskipun Evrópusambandsins, lokað brottfararúrræði, afnám 18 mánaða regluna og svo mætti lengi telja. Þetta eru allt mál sem að ég var að vinna að, var meira að segja með á þingmálaskrá minni og það eru þetta athyglisvert þegar maður lítur öxl. Og þarna eru mál sem að núverandi ríkisstjórnarflokkar reynda að koma í veg fyrir að við kæmum í gegnum þingi og fórum meira að segja í málþóf á sínu tíma. Þannig að ég fagna því þetta mjög að þau eru að sjá að sér og sjái nauðsyn þess að það sé tekið meiri festu utan þennan málaflokk heldur en gert hefur verið. Þannig að þarna er ýmislegt sem þú kannast við? Ég kannast við þetta allt saman og eins og ég segi, ég fagna því mjög. Og hins vegar verð ég að benda á það að ég er algjörlega ósammála þeim orðum sem að forsætisráðherra lét falla á síðasta vetri þegar hún sagði að það væri nóg gert. Þetta er síkvikur málaflokkur sem tekur stöðugum breytingum. Mitt markmið í ráðuneytinu var að aðlega löggjöf okkar á Norðurlöndunum og fella út sér íslenska málsmeðferðarreglur. Það er aldrei nóg gert og þess vegna verður ríkisstjórnin og ég ætla að hvetja hana áfram til góðra verka að halda vöku sinni í þessu málaflokki. Örstutt í lokin er nógu langt gengið? Ég tel að það verði að stíga lengri eða stærri skref og ég saknaði svolítið og ég ætla bara að brýna ríkisstjórnina að vera halda vel á spöðinu því til dæmis hælispakki Evrópusambandsins, hann á að taka gildi í júní á næsta ári og það er mjög mikilvægt að við verðum ekki eftirbátar þegar að sú ráðstöfun mun taka gildi. Einmitt það, en verðum að segja þessu lokið héðan frá Alþingi. Takk fyrir þetta, Anna Lilja. Magnús Geir, eitthvað sem kemur á óvart í þingmálaskránni? Í sjálfs ekki. Þetta er svona kannski svolítið eins og fjárlagafrumvarpið, frekar hlutlaus listi. Sérstaklega ef við berum hann saman við þingmálaskrána fyrir síðasta þing sem var mjög metnaðarfull. Þetta er kannski einhvers konar viðleitni til að bera klæða vopnin eftir mikil átöku í sumar. Það er allavega ekkert mál sem er að sömu stærðargráðu og veiðigjaldsfrumvarpið. Vissulega mál sem hægt er að rífast til dæmis ný búvörulög, heildarlög fiskeldi, kílómetragjald og bókun 35. Kílómetragjaldi kemur reyndar frá fyrir ríkisstjórn og er smíðað af fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins. Það sama gildir bókun 35. En ríkisstjórnin er líka með fullt af málum sem ættu að renna mjög auðveldlega í gegnum þingið. Við sáum til dæmis hvernig Guðrún talaði útlendingamálin. Svo er umhverfis- og orkumálaráðherra með nokkuð frumvörp sem eiga liðka til fyrir virkjana framkvæmdum. Og líklega farið bara standandi logoklapp í þingsal fyrir það. Þannig að þetta eru málin sem stjórnarandstaðan hefur verið að kalla eftir. En er eitthvað sem vantar á listan ef maður skoða til dæmis stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar til hliðsjónar? Ég hjó eftir því að frumvarp atvinnuvegaráðherra sem átti að setja skýran ramma utan eignarhaldi í sjávarútvegi, það er ekki á listanum. Það var lagt fram á síðasta þingi og mætti töluverðri andstöðu meðal útgerðarinnar. Mér skilst að það eigi að koma fram síðar á kjörtímabilinu. Hanna Katrín atvinnuvegaráðherra er náttúrulega með stórmál á sinni könnu, fiskeldið og búvörulögin, þannig að þau eru kannski meira aðkallandi. Svo var svolítil eftirvænting hvort að þingsályktunartillögum þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið var á listanum. Ekki á listanum, en Þorgerður Katrín sagði á fundinum í morgun að hún hefði ekki viljað að láta það mál skyggja önnur, þannig að það er ekkert útilokað að það komi fram í vetur. Einmitt. Þingsetningin var auðvitað í dag og þingmenn mættu í sínu fínasta pússi að vanda eins og við sjáum að þessum myndum hérna. Flest svona líta út fyrir að vera tilbúin í nýjan þingvetur og öll komið nýja sessunauta í þingsalnum og allt þetta sem fylgir þessu. Eins og þú komst inn áðan, Magnús Geir, með síðasti þingvetur endaði með miklu þrasi og málþófi. Er eitthvað þetta spá í spilin fyrir komandi þingvetur? Er það sama upp á teiningum núna? Það voru allir glaðir í dag, en ég hugsa kannski komið svolítið meiri ljós annað kvöld þegar forsætisráðherra flytur sína stefnuræðu, hvernig þingmenn koma stemdir inn í veturinn. Það var náttúrulega alls ekki góður bragur á þessu í vor og það voru einmitt skilaboðum frá forseta Íslands í dag, Höllu Tómasdóttur. Halla las svo litið yfir hausamótunum á þingmönnum og myndið á að það sem þeir segi í þingsal, að það er í beinni útsendingu og þeirra orðræða smitast út í samfélagið og að mati forsetans er orðræðan orðið mjög harkaleg, sérstaklega á samfélagsmiðlum og hún velti sömuleiðis upp hvort það var ekki komið tími til að setja einhvers konar reglur sem ætti að koma í veg fyrir þá uppákomu sem við verðum að vitna í vor. Hugsanlega er tímabært að hugleiða breytingar á þingskapalögum, jafnvel á stjórnarskráni. Það má og á ekki
að vera keppikefli háttvirts Alþingis að halda áfram að setja met í málþófi. En leið ber því skylda til að vera vettvangur fyrir heilbriða og gagnrýna umræðu. Og forseti Alþingis var svona svipuðum nótum og forseti Íslands í sinni orðræðu í dag, eða ekki? Jú, hún eiginlega komst ekki hjá því að tæpa á þeirri ákvörðu sinni að beita 71. greininni, því að það var jú síðasta verk stjórnarandstöðunnar á síðasta þingi að lesa upp yfirlýsingu og saka þingforseta trúnaðarbrest. Hún var alveg hreinskilin með það, Þórunn, að hún tæki fulla ábyrgð á því að hafa beitt þessara ákvörðun og að hún ætlaði ekki að fara inn einar eftir á skýringar, en myndi þingmenn vissulega á að þeir þurfa að standa undir því trustið sem kjósendur sýndu þeim. Ég meðvituð að sem forseti þarf ég að endurvinna traust margra í þessum sal. Og af því ætla ég að vinna af heilindum. Ég bið líka alla hér inni að axla sameiginlega ábyrgð á því verkefni að koma þingstörfunum í skilverkara horf. Það sameigilegt verkefni okkar og ég ætla að leyfa mér að halda því fram að það myndi mælast vel fyrir hjá kjósendum okkar ef það tekst. Þá snúum okkur að öðru. Nágrannaríki Katars og Sameinuðu þjóðirnar fordæma loftárásir Ísraelshers á Doha í Katar í dag. Ísraelsk stjórnvöld segja að þeim hafi verið beint að háttsettum Hamas-liðum. Sonur eins þeirra og ráðgjafi biðu bana. Stjórnvöld í Katar hafa verið helstu milligöngumenn í viðræðum Hamas og Ísraela frið á Gaza. Hamas segir að liðsmenn þeirra sem árásunum var beint að hafi setið á fundi að ræða tillögur Bandaríkjanna að vopnahléi. Stjórnvöld í Katar fordæma árásina og segja hana augljóst brot á alþjóðalögum. Stjórnvöld annarra ríkja, svo sem Kúveit, Líbanon, Jórdaníu, Sýrlands og Íraks ásamt Sameinuðu þjóðunum, fordæma einnig árásirnar. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. Óljóst hver áhrifin verða á viðræður vopnahlé á Gaza, þar sem Ísraelsher hefur enn hert árásir. Forsætisráðherra Ísraels segir árásirnar svar við skotárás í Jerúsalem í gær, þar sem 6 voru drepnir. Hamas hefur lýst ábyrgð á henni. Næstu 4 ár verða krefjandi fyrir Jonas Gahr Støre sem forsætisráðherra Noregs, þrátt fyrir góðan sigur í þingkosningunum í gær. Orkumál í samspili við EES-samninginn gæti reynst erfitt úrlausnarefni. Það má segja að þrennt hafi einkennt úrslit þingkosningana í Noregi í gærkvöld. Verkamannaflokkurinn styrkti stöðu sína einkum þar sem rauðgræna blokkin hélt meirihluta sínum. Hægri flokkur Ernu Solberg galt afhroð og framfaraflokkurinn fekk sitt mesta fylgi nokkru sinni. Dette var ikke det valgresultatet vi håpet på. Det viktigste for oss var jo å få til et skifte og en ny politisk kurs for Norge. Det har vi ikke lyktes med. Vi skal love at vi skal være et svært tydelig alternativ til Arbeiderpartiet og de som skal styre dette landet de 4 neste årene. Det skal det ingen tvile på. Og vi har en vanskelig økonomi for veldig mange. Derfor har vi vært tydelige på at vi må redusere skattene, redusere avgiftene. Vi ser at kriminaliteten i Norge øker. Vi ønsker mer politi og strengere straffereaksjoner. Vi har jo ønsket et annet flertall og en ny politikk og en ny regjering for Norge, og det ligger det ikke an til at vi får. Og det. Samtidig så har FrP truffet veldig godt på en litt sånn høyrebølge som har vært både i Norge og i Europa, og vært et mye tydeligere opposisjonsparti enn det Høyre har vært. Aglen segir að hægri flokkurinn hafi klemst á milli skýrs málflutnings framfaraflokksins og endurnýjaðs verkamannaflokks og leiðtogi verkamannaflokksins var ekki síður sigur reifur þegar úrslit kosninganna lágu fyrir. En ting å bli valgt. Noe annet å bli gjenvalgt. Han vil nok fortsette alene i regjering for Arbeiderpartiet, og det så stor forskjell i styrke mellom Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene at det ikke engang et spørsmål. Vandi Støre að hann þarf að semja við 4 flokka með ólíka stefnu stuðning við ríkisstjórn sína og málefni hennar, til dæmis fjárlög. Så det blir nok 4 krevende år for Jonas Gahr Støre på Stortinget.
Úrslit kosninganna benda ekki til þess að aðild að Evrópusambandinu verði stórt umræðuefni næstu 4 árin og ef að framfaraflokkurinn fær að ráða verður hún alls ekkert til umræðu. De har ikke ønsket at det temaet skulle komme opp nå, og skal heller ikke tas opp i den kommende 4-årsperioden. Vi har EØS-avtalen, som vi mener er veldig viktig for Norge. EØS, hvordan man skal forholde seg til europeisk samarbeid, ikke minst i kraftpolitikken, nok noe som vil ri begge de politiske sidene som et mareritt, for her går skillelinjene på kryss og tvers av begge blokkene i norsk politikk. Orkumálaráðherra hefur hafnað beiðni Orkubús Vestfjarða að breyta friðlýsingarskilmálum í Vatnsfirði. Orkubússtjóri segir svarið vonbrigði. Í tíð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar orkumálaráðherra óskaði Orkubúið eftir að ráðherra breytti reglum friðlandið í Vatnsfirði svo að hægt yrði að taka Vatnsdalsvirkjun fyrir í rammaáætlun. Og það þetta stóra málið að rammaáætlun fái að fjalla þá virkjunarkosti sem til greina koma á Vestfjörðum, bera þá saman, leggja lóð á vogarskálar þess að virkja eða vernda. Svarið barst rúmum 2 árum síðar frá nýjum ráðherra. Hann tekur undir að brýnir samfélagslegir hagsmunir séu fólgnir í bættu afhendingaröryggi en hafnar að breyta friðlýsingu Vatnsfjarðar frá 1974. Elías segir aðra virkjunarkosti Orkubúsins ekki hagkvæma. Þeir eru bara miklu dýrari heldur en Vatnsdalurinn. Það mun dýrara að tengja þá til þess að ná sama árangri í raforkuöryggi. Þannig að það mun á endanum þýða hærra raforkuverð því miður. Stjórn Orkubúsins á eftir að taka svar ráðherra fyrir. Óljóst hvaða áhrif það hefur á framtíðar horfur. Þetta var viðbútar tekjur fyrir Orkubúið og við höfum nú kastaði fram að þetta sé kannski milljarður í tekjur á ári eða eitthvað þess áttar með raforkuverði í dag. Friðlýsingarskilmálarnir sem vernda þetta svæði verða því áfram óbreyttir og öll virkjunar áform sett á ís. En hvað annað þá til ráða til að leysa úr orkuvanda Vestfirðinga? Orkuvandinn á Vestfjörðum tvíþættur. Þar orkuframleiðsla ekki næg og því þarf að flytja hana þangað frá virkjunum í öðrum landshlutum. En flutningslínan komin til ára sinna og hönnun hennar takmarkar hversu mikið rafmagn hún getur flutt. Ýmsir virkjunarkostir á Vestfjörðum í skoðun. Flestir eru of dýrir og skila of litlu afli til að framkvæmdina standi undir sér. Hagkvæmustu möguleikarnir eru 2. Annars vegar hugmyndir Orkubúsins að virkja innan friðlandsins í Vatnsfirði, en fyrst þau áform komin á ís, eykst áhersla á Hvalárvirkjun sem Vesturverk í eigu HS Orku ætlar að reisa á Ströndum. Allir virkjunarkostirnir sem koma til greina eru langt frá flutningskerfinu og tengikostnaður hleypur á milljörðum. Vegna þess að Hvalárvirkjun eina raunhæfa virkjunin sem getur borgað þennan tengikostnað, að þá hanga allar hinar virkjannar á því að Hvalárvirkjun komi upp. Ef að Hvalárvirkjun kemur ekki, þá ekki hægt að fara í Austurgil sem búin að vera í ramma jafnlangan tíma, rúman áratug. Þá ekki hægt að fara í Skúfnavatnavirkjun, Hvanneradalsvirkjun og ýmsar aðrar smávirkjanir. Áður en Hvalárvirkjun verður að veruleika þarf að leysa úr ágreiningsmálum sem eru fyrir dómstólum. Virkjunin umdeild því hún myndi raska óbyggðum víðernum við Drangajökul. Vegna þess að Hvalárvirkjun svo langt frá flutningskerfinu að þá má hún ekki við því að minnka eða verða óhagkvæmari. Almennt séð raforkuframleiðsla á Vestfjörðum dýr. Til þess að treysta á að kaupa ódýrara rafmagn frá öðrum landshlutum þyrfti þó að tvöfalda vesturlínu. Að hluta það tæknilega hægt, en sagan segir okkur að uppsetning á nýjum línum yfir lönd mjög margra landeigenda gríðarlega erfitt og kostnaðsamt og tímafrekt. Styrkari orkuinnviðir hefðu fyrst og fremst jákvæð áhrif í atvinnulífinu. Og þegar við erum með betra raforkuöryggi, þá getum við verið með öflugri fyrirtæki sem að skila betri afkomu, við fáum fleiri fyrirtæki og þar með verður líf allra á Vestfjörðum miklu betra. Lögregla í Nepal skaut 19 mótmælendur til bana í höfuðborg landsins í gær. Mótmæli brutust út eftir að stjórnvöld lokuðu fyrir aðgengi að samfélagsmiðlum. Forsætisráðherrann hefur sagt af sér. Ungt fólk í meiri hluta í mótmælunum sem brutust út í gær í höfuðborginni Katmandú og víðar. Stjórnvöld lokuðu fyrir fjölda samfélagsmiðla á föstudag. Banninu var aflétt í gærkvöld en mótmælunum var þó haldið áfram. Ólga gagnvart stjórnvöldum kraumar undir niðri og bannið var kornið sem fyllti mælinn.
Lögregla skaut á mótmælendur í gær, drap 19 þeirra og særði 300. पनि यो आन्दोलनबाट दुखी छौं हिजोदेखि हामीले एक्सपेक्ट गरेका थिएनौं यो लेभलसम्म जान्छ भनेर तर अब सरकारप्रति सरकारको काम कारबाहीले गर्दा पछिल्लो समयको सरकारको गतिविधिले गर्दा यो अवस्थामा त्यो लेभलको निराशा फ्रस्ट्रेसन छ जुन हाम्रो यो सडकमा देखिएको छ यसका लागि भए पनि यो आन्दोलनले निरन्तरता पाउनु. Og eins og við sáum þarna þá ríkir upplausn í Nepal vegna mótmælana. Útgöngubann var sett á en hefur litlu breytt. Mótmælendur kveiktu í þinghúsi landsins og heimilum stjórnmálamanna. Forsætisráðherrann Khadga Prasad Oli sagði af sér í dag í þeirri von að lægja mótmælaölduna. Fólk vill að þeir sem fyrirskipuðu að skotið yrði á mótmælendur í gær verði dregnir til ábyrgðar. Tæpar 30 milljónir búa í Nepal. Atvinnuleysi ungs fólks er 20%. Samfélagsmiðlunum TikTok var ekki lokað og þar dreifði fólk myndböndum sem sýndu munin á streði almennings og lúxuslífi afkomenda stjórnmálamanna. Meðal þeirra samfélagsmiðla sem var lokað eru Facebook, Instagram, X og YouTube. Stjórnvöld segjast með þessu vera að berjast gegn falsfréttum, netsvindli og hatursorðræðu. Vinna við heitavatnsboranir á Patreksfirði hefur gengið vel og búið er að bora niður á rúmlega 300 metra dýpi. 40 gráðu heitt vatn fannst í rannsóknarholum í ágúst og talið er líklegt að það dugi til að kynda hitaveitu bæjarins. Orkuveita Vestfjarða hefur staðið fyrir tilraunaborunum á 3 stöðum með það fyrir augum að draga úr rafkyndingu. Borstjórinn á Patreksfirði segir niðurstöður rannsókna gefa tilefni til aukinnar bjartsýni. Vi borer efter hedt varmvand og har fundet varmvand. Det er flere dage siden, men i dag borer vi lidt dybere for at se om temperaturen stiger en lille smule. Så det håber vi på. Og hvor meget vand har I allerede fundet? Vi har 32 liter i sekundet, som kommer op af sig selv. Så det er rigtig godt. Så bare 1 eller 2 grader mere vil være rigtig godt. Eðlilegur vöxtur er á kartöflum í Þykkvabæ þrátt fyrir hnúðormasmit í sumar. Hugsanlega er of kalt til að skaðvaldurinn grasseri hér. Já, þetta eru stórar og fallega kartöflur. Það er fátt betra en glænýjar kartöflur. Það eru tilbúnar á diskinn. Uppskera er víða góð en í Þykkvabæ eru kartöflubændur í talsverðari óvissu. Þar fannst hnúðormur í fyrsta sinn í vor sem er mikill skaðvaldur í kartöflum og erfitt að eiga við. Í raun og veru það sem við sjáum núna eftir sumarið er að það sem þetta smitt fannst að þar er í raun og veru bara eðlilegur vöxtur á kartöflunum en smittið er hins vegar örugglega til staðar. Þannig að nú bara ríður á að passa það að þessar kartöflur fari ekki í útsæði, heldur verið bara étnar. Það er ekkert að því að borða þessar kartöflur, það eru algjörlega hættulausar mönnum og dýrum. Þegar bændurnir í Þykkvabæ verða búnir að taka upp úr görðunum í haust ráðgerir Helgi ásamt MAST að taka sýni úr jarðveginum þar. Til að ná utanum dreifingun á þessu, hvort að þetta er þarna á þessu afmarkaða svæði þar sem þetta fannst í vor eða hvort að þetta er dreift eitthvað víðar og þá þarf að gera þá viðeigandi ráðstafanir. Fyrir utan að kartöflurnar séu ekki notaðar í útsæði þarf að passa að smitt berist ekki á milli með tækjum. Helgi segir ekki útilokað að skaðvaldurinn finnist víðar. Uppruni hans er líklega innflutt útsæði. Smitið magnast upp með tímanum, segir Helgi, en fyrst til að byrja með sjást einkennin ekki á kartöflugursunum. Og kannski veðráttan hérna heldur köld fyrir þetta en svona þegar kannski er alltaf að hlýna þá getur þetta orðið verra. Er þetta mikið ágefni? Já, það er það. Ef þetta fer að grassera þá dregur þetta úr uppskeru til lengri tíma og ef menn ætla að hreinsa garðan eða losna við þetta þá þarf að hvíla þá í áratugi sem að þýðir þá að þegar það færa garðlöndin eitthvað annað og það er ekkert víst að menn eigi þau lönd til endilega. Og við höldum áfram að huga að þingvetrinum framundan í Kastljósinu hér rétt á eftir því þangað mætir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. En fyrst förum við veðurspána. Það lægir í kvöld en svo kemur næsta lægð á morgun með úrkomubakka sem gengur vestur yfir landið með austan strekkingi og rigningu í flestum landshlutum, einna mest á Austfjörðum. Áfram fremur milt í veðri. Veðurfréttir verða á sínum stað eftir íþróttafréttir kvöldsins.
Karlalandslið Íslands í fótbolta tekst nú á við Frakkland í París í undankeppni HM 2026. Guðjónsson bræðurnir Andri Lukas og Daniel Tristan byrjuðu saman í framlínu Íslands í fyrsta sinn. Úkraína og Azerbaijan, hin 2 lið riðils okkar Íslendinga, gerðu jafntefli í Bakú í dag og lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í írska liðinu fara illa af stað og töpuðu gegn Armeníu í Jerevan. Og Tyrkland var í dag fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum EM í körfubolta í Lettlandi eftir sigur á Póllandi. Tyrkir mæta Litáen eða Grikkland í undanúrslitum en leikur þeirra stendur nú yfir. Íþróttir hér eftir andartak. Og þess má geta að Íslandi komið yfir í leiknum gegn Frökkum 1-0. Andri Lukas Guðjónsson skoraði markið á 21. mínútu. En nú skulum við farið það sem helst í þessum fréttatíma. Útlendingamál eru meðal helstu áherslumála ríkisstjórnarinnar en þar á að hagræða og fjarlæga sér íslenskar reglur. Forseti Íslands las þingmönnum pistilinn við þingsetningu í dag. Ísraelsher gerði loftárásir á Doha í Katar í dag en þeim var beint að samninganefnd Hamas. Nágrannaríkin fordæma árásirnar. Umhverfisráðherra leyfir ekki virkjunaráform í friðlandinu í Vatnsfirði. Aðrir kostir eru færir til að bæta afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum en fáir þeirra eru hagkvæmir. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, vann góðan sigur í þingkosningunum í gær. Hans og nýrar stjórnar bíða 4 krefjandi ár. Líklega er of kalt hérlendis til að hnúðormar geti valdið skaða á íslenskum kartöflum. Þeir fundust í fyrsta sinn í vor en höfðu ekki teljandi áhrif á uppskeruna. Það var þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir þá getið þið sendt post á netfangið fréttir hjá ruv.is. En takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Hatur. Nýir íslenskir heimildaþættir uppgang hatursorðræðu á Íslandi og bakslagið sem orðið hefur í baráttu ýmissa